Heil og sæl kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í þennan fyrsta þátt af hlaðvarpinu með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Ég íþróttafræðingur og heilsumarkþjálfi og ég hef brennandi áhuga á því að fræða og hafa jákvæð áhrif á heilsu þjóðarinnar. Ég reyndar einnig kennari í menntaskólanum við Hamrahlíð, kenni þar íþróttir. Ég ungbarnasundkennari og næringaþjálfi. Ég með heimasíðuna heilsuerla.is og hef þar verið með blogg síðan árið 2020 og markmið með pistlunum þar einfaldlega að hafa jákvæð áhrif á heilsu landans. Þar eru til dæmis nokkur viðtöl eða svo kallar heilsumólar við einstaklingar sem að mér finnast vera alveg ótrúlega góðar fyrirmyndir. En þar sem að mig grunar að langflestir í dag kjósi að hlusta frekar en að lesa, þá ákvað ég bara að stökkva í djúpulaugina og láta þessa hugmynd sem ég búin að ganga með lengi hlaðvarp að verða að veruleika. Hlaðvarpið heitir eftir fyrirlestri sem ég hef haldið víð land á síðustu árum með lífið í lúkunum og skírskotar í það að þegar upp staðið þá eru það við sem berum ábyrgð á eigin heilsu en engin annar. En hvað framundan? Á næstu vikum, mánuðum og vonandi árum mun ég fá til mín í skemmtilegt spjall sérfræðinga úr ýmsum áttum sem hafa þekkingu á fjölbreyttum sviðum sem hafa áhrif á heilsun okkar og einnig fólk sem hefur á einn eða annan hátt haft jákvæð áhrif á samferðafólk sitt. Markmiðið að skapa rými fyrir einlægt og opið spjall til þess að kynnast sem fjölbreyttistum leiðum til þess að huga að heilsu okkar. Til dæmis varðandi geðheilsu, líkamlega heilsu, mataræði, svefn, raddheilsu, tannheilsu, fjárhagslega heilsu, sköpunargleði, breytingaskeið, kynheilbrigði, líkamsmeðvitund og margt fleira. Þættirnir verða svona það bil 30 til 60 mínútur og það því tilvalið að nýta tíman á meðan þið hlustið og slá 2 flugur í einu höggi með því að fara til dæmis út í göngutúr, út að skokka eða á meðan þið sinnið heimilistörfu. Ég elska nefnilega svona multitasking. Áhugasami geta einnig fylgt mér á heilsuerlu á Instagram. En mér langar svona aðeins að segja ykkur frá því hvernig þetta byrjaði allt saman hjá mér og af hverju ég af hverju mér langar svona að byrja með þetta hlaðvarp. En þjálfun og kennsla og heilsutengd málefni hafa alltaf verið mér mjög hugleikin og svona hálfgert rauði þráðurinn í mínu lífi. Mér finnst nefnilega fátt meira gefandi en að aðstoða, fræða og hvetja fólk áfram þegar kemur að því að bæta eigin heilsu og auka almenna vellíðan og lífsgæði. Ég stofnaði því heilsuerlu, heilsumarkþjálfun og ráðgjöf árið 2020 með það markmið að efla fleiri til þess að huga að heilsunni sinni heildrænt og ná langvarandi árangri. Ekki bara einhverja skyndilausnir eins og við erum svo oft gjörn að gera. En lífið nú alls konar og öll þurfum við að takast á við mismunandi erfiðleika og áföll. Við þurfum að sinna heimili, vinnu og fjölskyldu og það getur oft verið svolítið erfitt að finna jafnvægi á milli þess að sinna þessum daglegu skyldum okkar og að gefa okkur tíma til þess að rækta okkur sjálf og eigin heilsu. Mín heilsuvakning, hún var svona fyrir alvöru því ég hafði unnið sem flugfreyja í 5 ár. Þá var ég í vaktavinnu í fyrsta sinn og ég vann ýmist á nóttunni eða daginn og svaf og borðaði mjög óreglulega sem var eitthvað nýtt fyrir mér. Ég fór þá eftir nokkur ár að finna fyrir heilsuleysi. Ég fór að finna fyrir síþreytu og ég þráði bara svona eitthvað jafnvægi í líf mitt og rútínu. Ég er kannski svolítið rútínu kona. Ég upplifði þá togstreitu á milli einkalífsins og vinnu og mér fannst einhvern veginn eins og ég gæti ekki sinnt fjölskyldinu og sjálfri mér eins og ég vildi. Og þó að þessi vinna hafi verið alveg ótrúlega skemmtileg og ég öðlaðist ómetanlega reynslu og kynntist alveg dásanlegum vinum og vinkonum, þá fann ég hins vegar að umgjörð starfsins hentaði mér einfaldlega bara ekki. Ég áttaði mig á því hvaða sem skiptir mig mestu máli í lífinu, en það einfaldlega fjölskyldan mín og heilsan. Ég mjög þakklátt fyrir þessa lífsreynslu, því að hún var til þess að ég setti heilsuna mín í fyrsta sæti. Ég var svolítið gjörn á því að vera alltaf aðstoða alla aðra
en þarna einhvern veginn fekk ég bara svona sparkérasinn og setti mig í fyrsta sæti. Þetta var líka hvatinn að því að ég hóf nám í heilsumarkþjálfun og sem hefur nú leitt mig á þann stað sem ég í dag, hraustari, hamingjusamari og hugrakkari. Eins og þeir sem hafa fylgt mér á blogginu eða Instagram vita, þá reyni ég að vera mjög einlæg og opinská allt sem að tengist heilsutengdum málum og ég svo ótrúlega þakklátt fyrir það að fá bara að upplifa að ég sé ekki eini í heiminum sem að glíma við einhverja erfiðleika af og til og því finnst mér svo mikilvægt að geta verið filterslaus og verið þannig góð fyrirmynd og haft jákvæð áhrif á heilsu annara með því að sýna bara raunveruleikan því við erum öll að díla við eitthvað. En þá komið að stóru spurningunni sem ekki auðvelt að svara en það hvað heilsa? Við munum líklega frá mörg mjög ólík svör við þessari spurningu í komandi hlaðvarpsþáttum en skilgreining alþjóða heilbrigðisstofnunar eða WHO, hún sú að heilsa algjör líkamleg, andleg og félagsleg vellíðan en ekki einungis það að vera laus við sjúkdóma eða örorku. Hefur þú einhvern tímann velt fyrir þér hvernig þú skilgreinir heilsu? Skilgreinir heilsu kannski öðruvísi í dag en þú gerðir fyrir nokkrum árum? Það nefnilega þannig að skilgreining okkar, hún mun breytast og hún eftir því sem að lífsreynslan þroskar okkur. Það bara einfaldlega þannig. Þegar ég hóf nám í heilsumarkþjálfun þá var tvennt sem að ég tók sérstaklega til mín og mig langar aðeins að fara yfir og það í fyrsta lagi hvað félagslega heilsan hefur einhvern veginn orðið út undan. Það alltaf verið að leggja áherslu á að við ætlum að bæta líkamlega heilsu og andlega heilsu, það hefur nú verið vakning síðustu ár með það. En félagslega heilsan, hún hefur einhvern veginn orðið út undan, þannig að ég mun taka hana fyrir í einhverjum þætti og vonandi fleiri þáttum þegar hún spila svo gífurlega inn í heilsuna okkar, heildræna heilsuna. Og hitt sem ég langar að fara yfir, það frumnæring eða svo kallað primary nutrition á ensku. En í heilsumarkþjálfun þá talað primary nutrition og svo secondary nutrition. Þar sem secondary nutrition einfaldlega bara mataræðið okkar en primary nutrition eða frumnæringin, hún allt annað sem bara hefur áhrif á okkur í lífinu. Og það nefnilega ekkert nóg að borða bara eintómar gulrætur og grænkál ef ætlar að vera við góða heilsu. Heldur þurfa að finna jafnvægi og huga að þessari frumnæringu og það til dæmis samskipti okkar við aðra, atvinnan, hreyfing, andlegt jafnvægi og fleira. Og það nefnilega bara mjög mikilvægt að staldra reglulega við og endurskoða þetta. Við vanmetum nefnilega oft þessa þætti og við teljum það ekki til næringar og við veitum því sjaldnast athygli hvernig okkur líður eða það mín reynsla allavega. Það ekki fyrir að kemur eitthvað fyrir að við bara stöldrum við. En ef við viljum bæta heilsuna þá þurfum við að skoða alla þætti sem hafa áhrif á hana og meta hvar við erum í ójafnvægi. Það nefnilega oftast þannig að ef við erum í ójafnvægi á einu sviði þá smitar það einfaldlega yfir á annað og okkur líður bara ekki vel andlega og líkamlega. Þú kannski þekkir það til dæmis að ef eitthvað gengur á afturfótunum í persónulega lífinu, hvort sem það samband við eitthvað ástarsamband eða erfiðleikar í vinnunni, eitthvað svoleiðis, að þá huggar maður sig oft með óhollum mat, vímuefnum eða öðru sem hefur neikvæð áhrif á heilsuna. En með því að sinna þessum þáttum og finna í raunveru orsök vandans og finna raunverulega hvaða sem að hafa neikvæð áhrif á heilsun okkar, þá finnum við smám saman jafnvægi á öllum vikstöðum. En þó að frumnæringin sé langt mikilvægust, þá að sjálfsögðu líka mikilvægt að velja góða næringu á diskin okkar. Og við munum fá einhvern góðan til þess að ræða það við okkur fljótlega. Verum raunsæ. Kröfur samfélagsins eru miklar.
Við eigum að sofa nóg, við eigum að borða hollt, við eigum að fara út að hlaupa, lyfta lóðum, stunda sjósund, drekka vatn, hugsa jákvætt, fara í kalda sturtu, stunda þakklæti, sinna vinnu, sinna fjölskyldu, sinna heimili, elda mat, hugsa okkur sjálf, anda með nefinu, vera skipulögð, hitta vini, mæti saumaklúbb og foreldrafundi, skuttla, sækja, þrífa og svo mæti endalaust telja. En svo spurningin, þetta okkar eigin kröfur eða eru þetta kröfur samfélagsins? Við þurfum nefnilega að stoppa og líta til beggja hliða áður en við örkum út í daginn og muna að heilsa, hún snýst að finna sitt jafnvægi, bæði líkamlega, andlega og félagslega. Það nefnilega ekki raunhæft að ætla að gera allt af því sem ég var að telja upp. Við verðum að vera raunsæ og velja það sem gefur okkur orku en ekki það sem tekur frá okkur. Ef við viljum bæta heilsuna þá þurfum við að hafa eftirfarandi atriði í huga. Að halda góðri heilsu það krefjandi og að breyta venjum það tekur tíma. Það breytist ekki alltaf einni nóttu. Það líka mikilvægt að einbeita sér bara að einu atriði í einu ef við ætlum að breyta einhverju. Af því að hænuskrefin þau koma okkur síðan á leiðranda. Margt smátt gerir eitt stórt. Vertu góð eða góður við sjálfa þig og hrósaðu þér fyrir það sem þú gerir vel. Við eigum það svolítið til í að bara líta það sem að gengur á afturfótunum en myndu að klappa á öxlina reglulega og hrósa þér fyrir það sem að þú gerir nú þegar vel. Svo ein af mínum uppáhaldssetningum, lærðu að meta framfarir umfram fullkomnun og gerðu ráð fyrir hindrunum á leiðinni. Heilsa ferðalag, ekki áfangastaður. Og mig grunar að mörg ykkar hafa á einhverjum tímapunkti fyllt einhverjum tískubylgjum í mataræði eða hreyfingu eða einhverju öðru heilsutengdu. Hver hefur ekki tekið þátt í einhverju mataræðis áskorun, sykurlausum september, 6 vikna átaksnámskeið í ræktinni, 5 daga hreinsun eða ananaskúrnum eða hvað þetta nú heitir. Og ég ekki að segja þessi atriði séu gagnslaus, alls ekki. Sum þeirra geta verið frábær leið bara til þess að hrinda breytingum á stað og verið hvetjandi. En fyrir mér heilsa svo miklu meira en nokkura vikna tískubylgja. Heilsa nefnilega ferðalag. Og heilsuferðalag okkar snýst að gera smám saman breytingar á lífstílnum okkar. Góð heilsa nefnilega afrakstur allra þeirra ákvarðana sem við tökum daglega og þeirra venja sem við temjum okkur í lífinu. Allt þetta snýst að taka stjórn á eigin heilsu og gera uppbyggilegar breytingar. Heilsuferðalag hversu eins einstakt og það mikilvægt að njóta ferðalagsins en ekki flýta sér á einhvern ímyndaðan áfangastað með skyndilausnum. Ég verð að viðurkenna að ég orðin alveg fáránlega spennt að fá í heimsókn góða gesti á næstunni til þess að fræðast nánar allskyns leiðir til þess að bæta heilsu okkar. Þættirnir munu verða mjög fjölbreyttir og það ættu því allir að geta fundið eitthvert viðfangsefni sem hentar þeim. Ég efast ekki að við munum læra eitthvað gagnlegt frá hverjum og einum viðmælanda og bæta þannig nýrri þekkingu í okkar verkfærakistu. Því munið að við berum ábyrgð á eigin heilsu og við erum með lífið í lúkunum.